Þorvaldur Skúli, sjúkraþjálfari, hvernig er svona ástandið á hópnum eftir þessa löngu törn? Það má kannski segja að það sé bara svona eftir atvikum gott. Það er náttúrulega óhjákvæmilega margir sem eru pínu aumur og lemstraðir og finna til hér og þar, en það er allir klárir eins og staðan er í dag. Eftir tókum létta æfingu í morgun og það leit bara allt vel út. Þeir eru náttúrulega þreyttar, en þeir eru búin að vera duglegar að bæða hvíla sig og borða og drekka vel, þannig að ég ger ekki ráð fyrir að þær séu mikið þreyttari heldur en öll hin liðin. Það er náttúrulega búið að mæða mikið á sumum leikmönnum í hópnum og þær eru kannski ekstra þreyttar, en það er svona kannski kærkomið að fá þennan hvíldardag í dag. Og svona almennt formið á þessu, myndirðu halda að það væri svona batna á þessum aldursflokki? Já, ég er ekki frá því. Ég náttúrulega bý ekki á Íslandi, þannig að ég náttúrulega sé þær alltaf bara fæ alltaf bara svona stikkprufur af þeim. Ég er búinn að vera viðloðandi þennan hóp síðan síðustu 3 ár, þannig að ég hef hitt það hvert sumar og við sáum svona sérstaklega í fyrra sumar í Rúmeníu á Evrópumótinu að það voru bara margar svona að kljást við bara svona kannski ekki meiðsli en svona einkenni frá sérstaklega neðri útlimum, bara kringum hné, aumar í kálfum, lærum, eitthvað sem að kannski tengdist ekki beint meiðslum, heldur var svona bara til marks bara mikið álag sem sem þær hefði verið í langan tíma. Eðlilega koma að spila kannski með sínu félagsliði í úrslitakeppni, mæta beint inn í undirbúningstörn fyrir mótið og svo náttúrulega koma og spila á mótinu og æfa þess á milli. En við ákvaðum svona, bara í samvinnu, við settumst bara niður eftir mótið þegar við gerðum upp mótið, þá fórum við svona að ræða hvernig er kannski hægt að gera þessa hluti pínu betur. Og ég hef alveg skoðanir á því að það eru svona litli hluti sem er alveg hægt að huga pínu betur að því að það maður getur sagt að ef maður vill fyrirbyggja eitthvað svona, þá er það í raun og veru bara með þjálfun og styrkta þjálfun oft á tíðum, en það kannski fyrir þessa einstaklinga þá er kannski erfitt að sjá ef við ætlum að æfa meira, hvar ætlum við þá að bæta við æfingum vegna þess að æfingamagnið sem það eru undir þessar stelpur, sérstaklega yngri stelpurnar sem eru að æfa kannski með meistaraflokki og eru að spila svo með sínum flokki og meistaraflokki, það er erfitt að sjá hvar er hægt að bæta við styrktarþjálfun ef svo ber undir. Þá fórum við að tala einmitt þessa litlu hluti sem að þær bara verða að huga að mataræði, hvílast vel og ekki bara mataræði almennt og borða það sem er hollt, því að heldur meira svona pæli hvenær erum við að nærast, þannig að næringin nýtist okkur á æfingunni. Þannig að við séum í raun og veru að mæta fullhlaðnar á æfingu en ekki kannski pínu bensínlausar og svo koma heim eftir æfingu sársvangar og svo framvegis. Svefn og allt þetta, já, eins og ég segi, þetta skiptir allt máli, sérstaklega í afreksíþróttum þar sem það eru kannski litlu hlutirnir sem að þarf að huga að. Engin vafi á því að, eins og ég segi, ég bý í Danmörku og það sem að ég kannski kemur, það sem umhverfið er öðruvísi í kringum handbolta og fótbolta. Þetta er miklu hluta til drifið af foreldrum. Ef maður ætlar að bera yngri flokkastarf á Íslandi saman við eins og Danmörku, það er eins og að bera saman svart og hvít. Þessar stelpur þær fá toppklassa þjálfun eftir því sem ég hef kynnst. Þannig að það vantar ekkert upp á þar. Þannig að maður getur sagt til að bæta sig enn frekar. Nú er þetta síðasta verkefni hjá þessu liði. En ég vona að flestar þeirra eða margar þeirra eftir að stíga upp og verða allandsliðsmanneskjur í framtíðinni. Þá eru þessi hlutir sem þarf að huga virkilega vel að, ekki bara hugsa þetta sem svo að nú er mín landsliðsferill búinn og nú getur bara gert hvað sem er. Þeir sem vilja virkilega ná langt, þá þarf einmitt að halda fast í þessa rútínu með mataræði, skynsamlegum æfingum, styrktaræfingum og litlu hlutirnir. Finnst þér stúlkurnar eða stelpurnar hafa svarað þessu skilaboðum sem það fenguð í fyrra? Já, nú ætla ég ekki að taka allan heiðurinn, því að það eru náttúrulega stelpurnar sem hafa greinilega lagt gríðarlega mikið á sig síðan í fyrra, en
En eins og ég segja, því ég sé þar með svona löngum millibili, þá er svo auðvelt fyrir mig að sjá muninn. Það er bara ótrúlegar framfarir, líkamlega. Og náttúrulega útlit, það er náttúrulega hægt að segja bara að það sést bara á þeim að þeir eru í formi, en við lögðum mikla áherslu á það í fyrra þegar við vorum að tala við stelpunnar að það að vera að passa mataræði og allt þetta, að þetta snýst alls ekki um útlit. Þetta snýst um að bæta frammistöðu og að það er þarna sem er í raun og veru hægt að sækja auka prósent í að bæta sinn leik. Gríðarlega framfarir og maður sér það svo líka núna. Ég held að sé ekki að því að þeir eru feimnar við mig eða feimnar við að koma, en í þessum verkefnum sem ég hef tekið þátt í, þá hef ég aldrei haft jafn lítið að gera. Að sjálfsögðu er alltaf eitthvað smotteri og kannski hefur bæst aðeins í eftir því sem maður liður á ferðina. Það er bara eðlilegt. En það eru engar sem hafa verið hérna með svipuð einkenni og var til dæmis í seinasta verkefni. Hvort að það sé hægt að þakka mér það ég ætla ekki að segja það, en þær hafa marga greinilega tekið til sín hluti af því og bætt því við sinn leik og æfingar. Já, eins og sagðir, sjúkraþjálfari á svona mótum, hann er svona kannski mest í að slökkva elda, hann er ekki í mikil uppbyggingu með að vera að spila 11 leiki á 16 dögum. Já, það er bara alveg hárrétt og svona það að vera að vinna með einhverja forvarnir á svona móti, það er bara, þá ertu í raun og veru kannski bara að reyna að bæta einhverju ofan á, þá ertu bara að bæta álagi ofan á leikmenn sem eru nú þegar undir gríðarlega álagi. Það er miklu mikilvægara í svona móti að hvílast og nærast vel, og mitt hlutverki er í raun og veru, þannig eins og ég líti á það hér, það er bara að tryggja það að það færi sýningin að voða, að tryggja það að einhver einkenni sem að leikmenn eru með séu ekki byrjun á einhverju sem gæti orðið eitthvað verra, því þá það náttúrulega að taka þá leikmenn úr umferð eða minnka þáttöku þeirra í leikmenn. En eins og það sem ég svona brenni eiginlega mest fyrir, það sem ég hef mestan áhuga á, það er svona kannski, þú veist, og fyndist mjög gaman að sjá þróun í átt þar sem að kannski sjúkraþjálfarar yrðu meira teknir til skrafs og ráðagerða þegar þeir verið að búa til og undirbúa liðið fyrir komandi átök á tímabilinu. Ég veit að nú hef ég talað við hina í þjálfarateyminu mínu og ég veit að umgjörð hjá flestum félagsliðum eins og Íslandi er bara stórkostleg. Það er bara með góða aðstöðu, góða þjálfun og eftir því sem ég best veit þá er bara æfingavalið og svo framvegis bara skynsamlegt. Ég get ekki séð neitt athugavert við það. En sem að ég hefði kannski áhuga að sjá, það er bara kannski, þú veist, út frá einstaka leikmönnum sem eru, ef við tökum bara leikmenn eins og í okkar hóp. Það eru einstaklingar hérna sem eru búin að vera að kljást við meiðsli síðan í fyrsta verkefninu sem ég tók í fyrir 3 árum, það sem að einkennin eru bara óbreytt. Og þarna hugsa maður bara, þarna hefði kannski verið hægt að fá sjúkraþjálfara eða einstakling sem hefur skilning á meiðslum og álagsmeiðslum með í að þróa þá liftingaprógram eða æfingaprógram fyrir þennan tiltekna leikmann. Í staðinn fyrir að maður raun og veru tekur þátt í bara það sem allir hinn eru að gera. Ég skil alveg að það er ekkert alltaf hægt að gera það þannig. En ef að hugsunin er svo að við viljum reyna að stoppa þessa þróun og í raun og veru snúa þessu við þannig að leikmannum verður betri og einkennilaus, af því að þá náttúrulega nýtist leikmaðurinn hópnum miklu betur. Að þá kannski ekki endilega hægt að halda bara áfram að gera alltaf það sama og búast við annarri niðurstöðu. Og þarna sé ég eiginlega töluverð sóknarfæri ef maður ætti að svona koma með einhverja punkta sem mér finnst vera skynsamlegt að bæta við hjá þessum stelpum. Ekki að æfa meira, heldur kannski að æfa öðruvísi miðað við hverjar þarfir einstaklingsins eru. Já, það er svona einstaklingsmiðaðri æfingar. Já, af því það eru náttúrulega, nú ætla ég ekki einu svona þykjast vita eitthvað handbolta því ég veit ekkert um það og ég læt þjálfarateymið algjörlega alla þá þætti. En það sjá það allir að leikmaður sem spilar inn á línu þarf að kunna aðra hluti og vera góður í öðrum hlutum heldur en kannski hornamaður eða skytta eða leikstjórnandi. Og það ætti kannski að einhverju leyti endurspeglast þá í
þeim undirbúningi sem maður fær fyrir tímabili í þeim liftingaræfingum sem eru teknar. Að sjálfsögðu eru margar af æfingunum sem að nýtast öllum, en sumir þurfa kannski að vinna ákveðið í ákveðnum þáttum og þá finnst mér kannski vera eðlilegt að það veri tekið tillit til þess í æfingaprógramminu. Svo ef við svo horfum á þá einstaklingar sem eru búin að vera að kljást við álagsmeiðsli, einkenni frá hásin eða frá hnjám eða sinin, patellasinin undir hnénu, þessir einstaklingar, það var líka að taka mið af þeirra meðslum og meðslasögu kannski þegar þú ert að búa til þeirra prógram. Þannig að þú sért ekki bara að horfa á hvernig geta liftingarnar nýst til að bæta frammistöðu og allt þar fram til götunum, heldur líka hvernig geta liftingaræfingarnar hjálpa til við að einstaklingurinn nái sér. Sjúkraþjálfarar væru upplögð starfsstétt til að taka með í svona að útbúa svona prógram, finnst mér. Og mér finnst vera miklu meiri ávinningur í því heldur en að leikmaðurinn komi á stofu síendurtekið og vonast til þess að sjúkraþjálfarinn geti bara gert eitthvað. Af því oft þetta bara einhverjar reddingar. Þetta slökkvistarf sem að vera að vinna á svona mótum hér finnst mér ekki vera við hæfi yfir lengra tímabil. Að nýta sér meðferðarúrræði eins og hitakrem og alls konar svoleiðis, þetta er bara til að kissa bátið, sko. Þetta er ekki sjálfbær leið til þess, maður getur ekki með því móti losnað við verki eða losnað við meiðsli, það þarf eitthvað annað til. Og mjög oft, og ég veit næstum því leyfa mér að segja, næstum því alltaf hjá svona íþróttafólki, þá er það þjálfun sem að þarf til. Ekki passív meðhöndlun þar sem að sjúkraþjálfarinn að gera eitthvað við leikmanninn, heldur frekar að sjúkraþjálfarinn fari með þá í liftingaselin og sé með því að búa til prógram. Og ég er búinn að segja það við stelpurnar okkar hérna og ég segja það við alla sem að ég hitti sem að ég er að vinna með að fáðu frekar aðstoð til að finna út hvað get ég gert sjálf til þess að laga vandamálið. Í staðinn fyrir að koma til fagaðila og segja getur ekki gert eitthvað við mig. Af því það er oft svona kannski tendensin að þú veist, jú ég skal bara gera eitthvað. Það er margt sem að sjúkraþjálfarar geta gert til að minnka einkenni. En það er miklu mikilvægara finnst mér að finna út af hverju ertu með einkenni, af hverju fer þetta ekki, af hverju losnar ekki við þetta. Hvað þarf að gerast til þess að þú getur orðið einkennalaus í hnjánum eða með þennan verk í öxlinni og svo framvegis. Og svo það prógrami sem er sett upp að endurspegla það. Það er þannig séð og ég segi þetta við alla og að því að þetta er bara engin lygi að margt af því sem að við gerum í sjúkraþjálfun er mjög gott til þess að breyta skynjun okkar á einhverju. Hitakrem til dæmis lætur okkur líða eins og okkur sé heitt en það hitar ekki neitt. Þetta er alveg eins og að taka mentólbrjósikur. Þá líður mann eins og maður sé kaldur í munninum en þetta er ekki, við erum bara að plata heilan. Í svona móti er það bara allt í lagi. Plötum heilan þannig að athyglin getur verið á leikinn en ekki á að mér sé pínu illt. Ef við metum það sem svo að það sé engin hætta fólkin í því eða áhætta fólkin í því. Og svo dílum við það eftir, bara þegar mótið er búið, þá komumst við á rót vandans og svo byggjum við upp svæðið þannig að þetta hætti, þannig að þörfin fyrir meðhöndlun hætti. Þannig að kannski þetta er smá mótsögn í því að eins og ég sé hlutina þá myndi ég vilja gera allt sem í mínu valdi stendur til að ég verði atvinnulaus, en ég hef ekkert að gera.